Já, eins og ég segi, hann hefur verið nefndur og nafn hérna í þessari vitleysu Illugi nokkur Jökulsson. Maður sem ég hafði mikið álit á hérna á yngri árum. Hluta þessu örugglega eflaust á að ég hef orðið meira íhaldssamur heldur en ég var áður. Ég bara viðurkenni það, ég verði íhaldssamur með hverjum degi, ég hef þroskast eitthvað. En Illugi var oft á tíðum bara, mér finnst hann bara að vera frábær penni, hann með frábæra pistla á Rás 1, svona sagnfræðilega pistla og sögulega og hérna, og mér finnst hann alltaf bara meika rosa mikið sens, en á undanförnum árum hefur þetta einhvern veginn farið svona halla undan fæti hjá honum, eins og má segja, og nú fannst mér hann fara algjörlega að keyra þverbak og í raun og veru ég held ég gæti ekki mist meira álit, en þá kemur hann með þennan pistil og hann fullyrðir afdráttarlaust, segir hann nú virðist þér að komið á daginn svo afdráttarlaust megi teljast að morðingi Charlie Kirk hafi ekki verið á nokkurn hátt andsnúin þeirri öfga kristnu og allt hægri hugmyndafræði sem að Kirk boði, nema að því leiti að morðingin var komin lengra á hægri öfgabrautinu en Kirk. Og sérðu, hann segir að þessi komið á daginn svo afdráttarlaust megi teljast. Hann alveg viss. Hann virðist hafa talið sig meðlim hinnar óformlegu gróiperhreyfingar ungra karlmanna sem gjarnan sögð undir áhrifum frá erkirasistanum Fuentes, en gróiperarnir líta nú orðið á Kirk sem svikara við málstæðin sem hann átti þó svo mikinn þátti að hefja til vegs. Nú væri óskandi að þeir sem hlupu til með miklar staðhæfingar voðalega vinstrimenn og nú þyrfti að verjast þeim myndu íhuga stöðu sína, en ætli verði nokkuð af því. Hugsaður. Þetta svo mikill skítall, sorry. Þetta ekkert annað. Þetta fær 1000 likes. Fær 1000 likes. Þetta einn mest heitspjúandi maður á Íslandi. Já. Það bara þannig. Elur og 8 á hatri, það Illugi Jökulsson. Hugsaður, það ótrúlegt að maður skulle vera að segja það, en það rétt hjá þér. Þetta bara staðan. Og þetta eitt af mörgum dæmum. Þannig hann náttúrulega afdráttarlaus í geðveikinni, sko. Já. En þú veist, af hverju hann ekki bara eins og þú sagðir á hann? Þetta hræðilegt. Allt ofbeldi og skal fordæma. Já. Nei, það er ekki hægt, sko. Og svo kemur nú náttúrulega, þú veist. Svo klóra hann í bakkan. Já, þetta orðið algjörlega ljóst. Þetta búið að vera eiginlega ljóst allan tíman, en svo þetta bara staðfest hvaðan þetta kemur. Þetta kemur úr öfgavinstri, innrætingu, transaktivista og liberal brjálæðinga. Já. Og þegar Illugi áttast sig á því, að þá segir hann, þegar að tíðindi berast til okkar á miklum hraða hef ég oft hvatt fólk til að bíða og sjá til frekar en að draga á miklar ályktanir af fyrstu fréttum. Ég hefði kannski mátt taka það betur til mín ég birti í gær samantektum hugleiðingar sem þá voru á döfinni í Bandaríkjunum að morðinginn Vestanhafs, þið viti hvernig ég á við, virtist hafa litið á sig sem hluta af öfgahægri hreyfingu þar slóðir sem gróiperar nefnast. Í bili virðist nú ekki svo vera. Virðist. Og hann segir einmitt, sko, þótt morðingin virðist hafa beitt orðfæri og táknum ekki óskyldum þeim sem gróiperar brúka og eða aðrir úr þeirri furðu veröld byssudýrkanda sem hann virðist sprottin úr. Það er að undirstrika hann sé sprottin úr republikunum og mormónum. Lykilorðið sem fyrr virðist, enda flest á huldu þetta enn. Þó ríkisstjóri Utah segir nú að morðinginn hafi aðfylst vinstri hugmyndafræði gæsalöpum. Hvað það þýðir í Utah veit ég raunar ekki, enda hefur ríkisstjórin neitað að tjá sig frekar þetta að sinni. En fylgismæður hinnar ofstapafullur rasistarhreyfingu gróipera virðist byssumaðurinn sem sé ekki hafa verið. Virðist kemur síðan aftur. Þú veist, þetta alveg ömurlegt útbakk. Já, manstu þegar var að vera gaggrinn alla fyrir lélegar afsakanir í MeToo og svona, þetta hefði fengið svo mikla fallengun sem afsökun að hálfa væri nóg. En það eitt sem ég fyrst fyndi, eins stúpid og þetta hérna, þá kemur einn annar síðal postuli með eitthvað heimskulegasta komment. En einn ungi karma sem hefur týnt sér í tölvuleikjum og nesspjöllum. Þetta var ekkert með vinstri hugmyndafræðin að gera. Nei. Það eru svo fokkin rugglaðir maður. Og Guðmundur Andri Tórsson, hann mitt, hann birti ríka hræðilegan pistil þetta mál. Það sem að hann svona réttlætti þetta með því að segja samt, ég aldrei hlynntur morðum og þetta eru menn sem að ég næði þess ekki hvaðan þeir eru að koma, Ég veit að, ég næ alveg hvaðan þeir að koma, en ég skil ekki hvernig þeir geta staðsett sig á þessum stað og okkur menn að þessari
Já, þessari stærðagráðu í íslensku menningarlífi segi ekki bara afdráttalaust að þeir fordæmi þetta móð punktur. Já, mist líka svo skrítið, sko, svo ég fari aftur út í þetta, einhverju sem, þú veist, hann raun og veru bara eitthvað sem búið að vera til svo lengi, hann Kristinn Íhaldsmaður. Já. Þú veist, með þessa skoðanir sem þeir eru að fordæma svo ógeðslega mikið, en sama tíma að segja sér ekkert athugavert við múslima. Ég næði ekki. Hann kallaður hatursfullur fordómapési fyrir skoðanir sem eru bara algjörða dæjet skoðanir hins hófsama múslima. Basically. Man bara svona sjá ekki þessa hræstni. Þetta ótrúlegt. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengt, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.